Komið sæl og velkomin í þáttinn Landsbyggðir hér á N4. Við ætlum að þessu sinni að kynna okkur málana hér á Fáskrúðsfirði sem er laxeldi. Hér inni að hefjast íbúafundur og mættir vel á 200 manns. Hér búa 700 manns, svo það góð mæting. Við ætlum ekki að dvelja lengi hér utandyra, ætlum að fara inn og fylgjast með fundinum. Löng hefð fyrir því að íbúasamtökin á Fáskrúðsfirði fundu þau mál sem brenna hve heitast á íbúunum. Óhætt að segja að skiptarskoðanir séu stórfelld áformum fiskeldi í Fáskrúðsfirði. Íbúafundurinn var haldinn í síðustu viku. Fráfarandi formaður íbúasamtakana ekki hlynntur fiskeldi í Fáskrúðsfirði á þessum tímapunkti. Hver tilgangur þessa íbúafundar? Hann náttúrulega fyrst og fremst að afla upplýsingar fyrir bæjarbúa. Það fannst okkur vanta mjög mikið upp á. Laxeldisfyrirtækinu hafði ekki gert neitt í því að kynna sín áform hér í okkar þorpi og síðan var sveitarfélagið búið að samþykkja laxeldisstefnu sem hefur heldur ekki verið kynnt á meðal íbúa hér á Fáskrúðsfirði. Þannig að okkur fannst nauðsynlegt að kalla þessa aðila til fundar og upplýsa okkur hvað þeir eru raunverulega að gera og hvað þeir áforma. Kom það þér á óvart að þeir skyldu mæta allir? Nei, ég var búin að snúa upp að handleggina á þeim öllum, en ég var mjög ánægður með bæði bæjarfulltrúa og þingmenn kjördæmis að koma til fundar við okkur og hlusta á okkar raddir. Ber það ekki vottum að hérna sé alveg gífurlega stórt mál á ferðinni? Jú, þetta náttúrulega stórt mál á landsvísu og kannski kristallast umræðan hérna að þetta ekkert einsleit skoðun hvort að þetta sé heppileg atvinnugrein eða ekki. Hvað það helst sem togast á í ykkur? Hjá okkur togast það fyrst og fremst ásýnd fjarðarins hér, áhrif á atvinnulíf og við viljum bara stíga varlega til jarðar. Þegar þú segir við, hverju ertu með á bakviði? Ég náttúrulega fráfarandi formaður íbúasamtakana og búinn að starfa það í þó nokkuð mörg ár. Þannig að ég fyrst og fremst bara að tala fyrir íbúa á Fáskrúðsfirði. Hvað eru þeir margir? Þeir mættu vera fleiri. Pabbi heitinn sagði að við værum 700 og hefðum alltaf verið 700 og munum alltaf verða 700 en vonandi breytist það nú. Viljið þið þá almennt ekki fá fiskeldi? Jú, ef að það í sátt við íbúa og náttúru og það atvinnulíf sem fyrir á staðnum að þá ekki títi fyrirstöðu og það má alveg sjá það að byggðarlög sem hafa lent í vanda og orðið undir í samkeppni veiðiheimildir hafa verið að nýta sína náttúru auðæfi sem eru firðirnir en okkur finnst kannski lítið koma fyrir fjörðin okkar og að það sé kannski ekki þörf á þessu akkurat núna. En tekur þetta ekki einhver ár að byggja þetta upp þannig að þetta geti komið sér vel einhver tíma seinni í harðindum? Jú, það tekur náttúrulega nokkur ár og vonandi verða það bara afkomendur okkar í framtíðinni sem að taka þá ákvörðun hvort að þeir vilja þetta eða ekki, hvort eru meiri hagsmunir að vera með þetta eða ekki. En þú ert ekki í vafa, hvað þér finnst? Mér finnst þetta ekki eiga erindi til okkar akkurat á þessum tímapunkti, nei. Það eru 2 fyrirtæki, Laxar Fiskeldi e.h.f. og Fiskeldi Austfjarða e.h.f. sem hafa uppi áform stóraukið fiskeldi á Austfjörðum. Þannig að framleiðslan verði samtals 50.000 tonn og innan nokkura ára verði framleiðslan 70.000 tonn sem skapi 1600 störf og skili 50 milljörðum króna í útflutningstekjur á ári. Hver aðkoma sveitarfélagsins þegar þið fáið þessar umsóknir frá fyrirtækjanum? Hvað getið þið gert? Skipulagsvald sveitarfélagana nær ekki til fjarða eða haf- og strandsvæða. Hún nær bara ekki þangað. Þannig að við höfum reynur ekkert annað en svona umsagnir. Við getum veitt umsagnir það þegar verið að veita leyfi í fjörðunum og við gerum það svo sannarlega, við nýtum okkur það. Það sem við erum síðan að gera núna, við erum að mynda okkar stefnumótun og ætlum núna sjálfa að fara út í það að gera nýtingaráætlun fyrir firðina
vegna þess að við verðum að hafa raun og veru þá rök fyrir því hvernig við viljum hafa skipulagið inn í þessu umsagnir sem síðan fara inn í til umfjöllunar þegar verið að veita þessi leyfi og þegar verið að gera umhverfismat fyrir firðina. Sveitarfélögin eru mjög mikið að berjast fyrir núna að fá þetta skipulagsvald og hafa eitthvað þetta að segja vegna þess að það segir sig sjálf. Þegar þú ert að skipuleggja landi og hefur umráð við því, þá hlýtur þú að vilja skipuleggja það sem er á fjörðunum þannig að þetta passi saman. Við erum líka að verja, við erum að tryggja það að þessu siglingaleiði greiðar því vegna þess að það eru okkar lífæð inn í starfsemina sem er inn í fjörðunum. Við erum líka að velta fyrir okkur efnistökumálum og ýmsu öðru sem að tengist okkar málum líka bara því hvernig við ætlum að standa að ferðaþjónustu og svo framvegis. Þannig að það er að mörg að taka, sveitarfélögin hafa skoðun á þessu, vilja hafa skoðun á þessu, en þau vilja ekki bara vera í einhverju umsagnarferlum, við viljum raun og veru hafa þetta vald að geta skipulagt firðina. Og vil taka það fram að skipulagsstofnun fer yfir, eins og þegar við erum að skipuleggja landi, þá fer skipulagsstofnun yfir það skipulag, þannig að þetta má alveg sjálfsög vera undir því eftirliti eins og hefðbundið skipulag. Þannig að það má alveg fylgjast með hvernig við erum að gera hlutina. Við viljum líka gera þetta í góðu samstarfi við þá aðila sem eru að fara að setja fiskeldi í fjörðunum og vinna með fyrirtækjunum, en við þurfum líka að vinna með þeim fyrirtækjum sem fyrir eru og taka til skoðanir íbúa á þessum málum. Þannig að þessum erum við að fara sjálf út í þessa nýtingaráætlun til þess að eiga þetta fræga orð samtal við alla aðila og búa þannig áætlun sem allir geta sætt sig við vonandi að lokum. Kom þetta svolítið flatt upp á okkur einlega þessi ósk leyfisveitingar? Nei, þetta er kannski ekki hvað varðar hér ákveðna firði, eins og í Reyðarfirði búið að ræða þetta mjög lengi, en þetta kemur samt mjög skyndilega núna svona 2-3 árum, þá bara fara hlutirnir að gerast og það er verið að sækja leyfið og þetta svona fer að ganga hraðar og þá kannski koma spurningarnir upp svona þegar hlutirnir að fara að gerast. Þeir eru kannski vont að vera að velta svo mikið fyrir sig þegar er mjög langt í að þetta gerist, en nú styttist í það og þá náttúrulega eru meir umræðu uppi sem er alveg gríðarlega mikilvæg að eiga og að það sé góð umræða þessi mál. Hvað er mikilvægast í þeirri umræðu að komi fram og upp á yfirborði? Já, það náttúrulega bara er að eins og kom fram í umræðinu hér að umhverfismatið sé mjög vel unnið og það sé ekki deilun það að það sé rétt. Burðarþolsmat fyrir firði sé vel gert og það sé tekið tillit til þessa þátta eins og ég sagði hann. Það er lykilatriði að sjálfbært fiskeldi verði að ræða sem þýðir það að við viljum skila fjörðunum og samfélaginu hér áfram til komandi kynslóða. Það er lykilatriði. Hvernig er hljóðið í íbúum í þínu sveitarfélagi gagnvart þessu, svona almennt? Almennt séð þá er umræðan svona eins og við búum að fjalla um þetta lengi, þá er hún kannski svolítið svona ákveðin þungi umræðan núna. Ég held að fólk sé bara mjög mikið að fræðast og fara yfir þessi mál. Oft eru náttúrulega alls konar skoðanir uppi meðan er verið að fjalla um málið, en ég held bara að við séum að rétti leið með því að vera búið til stefnumótun á vettvangi sveitarstjórnarinnar eða bæjarstjórnarinnar og vinna þessar áætlanir með íbúum og fyrirtækjum hér. Það er lykilatriði. En ég sé að hér eru margir þingmenn kjördæmisins. Hvaða traust þurfið að bera til þeirra? Hvað viljið að þeir gera? Það skiptir náttúrulega öllu máli. Þeir eru löggjafinn og við höfum virkilega rætt það við þá að þeir þurfi núna að klára þess að lítur á lögjum skipulag haf- og strandsvæða og það snýr þá að skipulag í fjörðunum. Það er lykilatriði. Ég ber að sjálfsög mikið traust til þess að þeir sjáu hvað miklu hagsmunir í húfi og sveitarfélögin hafa eitthvað þessi mál að segja. Stjórn Loðnuvinnslunar á Fáskrúðsfirði sendi frá sér í desember síðastliðnum yfirlýsingu vegna áformanna laxeldi í firðinum þar sem þeim er harðlega mótmælt. Þar sem 15.000 tonna eldi fylgi margvísleg umhverfisáhrif. Almennt er miðað við að við framleiðslu á 1 tonni af laxi verði til úrgangur sem samsvarar klóagrensli frá 8 manns, samkvæmt heimildum frá Landssamtökum fiskeldisstöðva og því jafngildi mengun frá 15.000 tonna laxeldi í Fáskrúðsfirði því að skólpi frá 120.000 manna byggð verði veitt óhreinsuðu í fjörðin, segir í ályktuninni. Og þá segir enn fremur, hrognavinnsla er mjög mikilvæg í rekstrunum og er á þessu ári
ári yfir 20% af framleiðsluverðmæti loðnuvinnslunar. Undirstaða þessarar vinnslu er mikið magn af hreinum og ómenguðum sjó sem dælt úr firðinum. Stjórn loðnuvinslunar gerir alvarlegar athugasemdir við að ekki var leitað umsagnarfélagsins þessi áform og að hvergi í frummatsskýrslunni er minnst á þann möguleika að mengandi efni frá fyrirhuguðu fiskeldi muni hafa áhrif á gæði sjávarins og þar með hrognavinnslu í Fáskrúðsfirði. Þá segir og að sjókvíar geri það að verkum að verulega verði þrengt að siglingaleiðum í Fáskrúðsfirði, gott aðgengi skipa sé loðnuvinnslunni lífsnauðsynlegt. Í lok ályktunarinnar segir stjórnin furðar sig á því að þessi áform hafi verið í undirbúningi nær 4 ár án þess að umsagna fyrirtækisins hafi verið leitað. Þá er það óskiljanlegt að sveitarfélagið Fjarðabyggð skuli ekki hafa neina lögsögu í máli sem varðar starfsemi sem hefur verið ein af lífæðum Fáskrúðsfjarðar árabil. Heldur er það fjöregg algjörlega á valdi Umhverfisstofnunar og Skipulagsstofnunar, segir í yfirlýsingu loðnuvinnslunar á Fáskrúðsfirði. Áfram höldum við að fjalla það mál sem helst brennur nú á íbúum Fáskrúðsfjarðar, stórfelld áform laxeldi í firðinum. Fjölmennur íbúafundur var haldinn málið í síðustu viku. Á fundunum talaði lögfræðingur Náttúruverndarsamtaka Íslands. Hann benti meðal annars á að norsk fiskeldisfyrirtæki eigi stóran hlut í flestum laxeldisfyrirtækjum hér á landi. Hann sagði að norsku fyrirtækin væri að sækja í ókeypis afnot af hafinu og fjörðum hér við land. Í Noregi þyrfti fyrirtæki til dæmis að greiða 120.000 norska krónur í auðlindagjald fyrir hvert tonn. Fyrir 15.000 tonna eldi þyrfti því að greiða 22 milljarða króna. Ferðaþjónustubóndi benti á að ekkert samráð hefur verið haft við íbúana og annar benti á að fyrirhugað fiskeldi mengi á við 150 til 200.000 manna byggð. Einar K. Guðfinnsson, framkvæmdastjóri Landssambands fiskeldisstöðva, var á fundunum á Fáskrúðsfirði. Helsta gagnrýni fundarins hér á Fáskrúðsfirði var kannski skortur á upplýsingum og ákveðin tortryggni sem kannski má jafnvel heimfæra á ákveðna hræðslu. Skilurðu þessi sjónarmið íbúa? Mér finnst bara eðlilegt að við séum tilbúin til þess á hverjum tíma að reyna að upplýsa sem mest þessa atvinnugrein. Málstafurinn okkar er líka góður. Ég skil vel að núna þegar það er að gerast að þessi grein er að byggjast upp hér á Austfjörðum. Það kom fram að hjá eldisfyrirtækjunum verða starfandi svona næstu áramóti í kringum 100 manns, ekki eingöngu við laxeldi, heldur líka við annars konar fiskvinnslu. Og það er ósköp eðlilegt að fólk kalli þá eftir upplýsingum tækifærin og hvað er að gerast og hvað mögulega kunna gerast í sambandi við þetta. Hins vegar er þannig að í öllu þessu ferli sem að fiskeldisstöðunum er ætlað að ganga í gegnum, þá er aðkoma almennings mjög mikil og það kom mjög skýrt fram á þessum fundi. En við auðvitað fögnum umræðinu, við fögnum því að eftir því sem kallað að við reiðum fram upplýsingar og það stendur ekkert á okkur að gera það. Nú heyrðist svolítið svo gagnrýni hér á fundinum að í raun væru stöðvarnar sjálfar að annast eftirlitið. Er eitthvað hæft í því? Það er auðvitað þannig að fyrirtæki eins og fiskeldi og þá við auðvitað flesta aðra starfsemi í landinu hafa innra eftirlit og það er reyndar kveðið á það í lögum og gert ráð fyrir því nýju frumvarpi sem að sjávarútvegsráðherra hefur boðað að sá þáttur verði styrktur því auðvitað má segja sem svo að það innra eftirlit fyrirtækjana skiptir miklu máli og það er hagsmunir fyrirtækjana að það sé sem allra best. Síðan er hins vegar í kringum fiskeldið mjög mikið eftirlit sem er lögbundið og fer fram í margs konar stofnunum, Fiskistofu, Matvælastofnun, Umhverfisstofnun, Samgöngustofu og svo framvegis og fleiri aðilar mætti við nefna. Þannig að þessi atvinnugrein lítur auðvitað mjög miklu eftirliti en fyrst og fremst verður við að höfða til ábyrgðar fyrirtækjanna sjálfra og það er í þeirra hag að vel sé að öllu staðið. Hvað er þetta stór atvinnugrein í dag í tonnumtali og fólksfjölda og hvert stefniði á næstu að segjum 5 árum? Já, það er auðvitað svolítið erfitt að horfa 5 ára aftur í tímanum en við vitum auðvitað ekki hvaða leyfi við munum fá. Áhættum að Hafrannsóknastofnunar gengur út frá því að við getum alveg 70.000 tonn. Við teljum að þessi forsendur fyrir því að auka það og erum að reyna að vinna með okkar færasta fólki að því að gera það án þess að raska lífríkinu.
Það augljóst mál að bara 10.000 tonna eldi felur í sér rúmlega 100 manna starfsemi og við erum núna að nálgast 20.000 tonnin þannig að það sjá þá allir í hvaða möguleikar þarna í þessu. Síðan má ekki gleyma því að af þessu eru líka mörg afleidd störf sem að leiða af þessu og þetta eru mjög spennandi störf og reynslan okkar svo í fiskeldinu fram að þessu að það eftirsótt að vinna í fiskeldinu, það eru margir hvert starf og þetta eru miklu fjölþættari störf heldur margir gera sig grein fyrir og eru þess vegna mikilvæg búbót ekki síst fyrir okkur á landsbyggðinni. Hvað hæft í því að Norðmenn sé að koma hingað vegna þess að þeir þurfi ekki að borga sömu gjöld eins og þeir þyrftu annars í Noregi? Það var þannig í Noregi að það var ekki farið að innheimta gjöld sem einu nam fyrir en að þeir voru farnir að framleiða mörg 100.000 tonn af fiski. Það mjög eðlilegt og það var niðurstaða til dæmis í stefnumótun aðila sem komu að úr mörgum áttum núna á síðastlinu hausti að það var óeðlilegt að innheimta mikil gjöld á atvinnugrein sem væri í uppbyggingu og vexti. En við höfum ekkert skotið okkur undan því að það sé eðlilegt að við greiðum einhvers konar afnótagjald í einhverju formi. Við höfum líka lýst því yfir að við viljum gjarnan að sem stærstu hluti þess renni þá til sveitarfélagana, gagnstætt því sem til dæmis í sambandi við veiðigjöldin í sjávarútveginn sem renna mestu leyti inn í ríkissjóð. En meðan að fyrirtækin eru auðvitað að byggja sig upp, það kom hér fram til dæmis að eitt fyrirtækjana mun verða búið að fjárfesta innan skamms fyrir 8 miljardar króna. Þetta eru auðvitað gríðarlegar fjárhæðir og fjárskuldbinding sem að menn takast á hendur í 3-4 ár án þess að fá nokkra einustu tekjur. Það auðvitað gefur augaleið á þeim tíma geta menn ekki verið að borga sérstaka skatta. Hvernig snýr þetta mál að þér sem sjávarútvegsráðherra? Þetta snýr ágætlega mér að því leytinu til að við erum að horfa hér upp á vöxt og uppbyggingu fiskeldi sem við getum sagt tiltölulega ný atvinnugrein í þessari stærð og það ekkert óeðlilegt þó að séu þá átök það bæði hvernig og hversu hratt þessi atvinnugrein eigi að byggjast upp og að auki og má alveg segja það laga og regluverk ríkisins og samspil þess við ákvarðanir sveitarstjórna. Þetta regluverk ekki alveg fyllilega tilbúið til þess að takast á við þennan nýja veruleika með þeim hætti sem við hefðum kannski öll kosið. Hvernig ætlar að bregðast við því í raun? Ég í mínu ráðuneyti með í undirbúningi viðbrögð að því sem snýr að sjávarútvegshlutanum og þeim verkefnum sem á mínu verksviði. Skipulagsmálin og umsýsla með þeim á verksviði annars ráðuneytis. En ég með í burðarliðnum drög að breytingum á lögum fiskeldi sem tekur mið af svona niðurstöðu nefndastarf sem helstu hagsmuna aðilar beggja vegna borðs áttu með sér og frumvarpið mun byggja á þeirri niðurstöðu og fyrsta athugasemda frest lokið og ég vænti þess að geta mælt fyrir þessu og lagt þetta frumvarp fram í febrúar, lok mars byrjun og þá kæmi það væntanlega til umfjöllunar í atvinnuveganefndinni sem óskar þá eftir umsögnum fleiri málið. Þannig að ég tel að minni hálfu séu við að bregðast ágætlega við en svo kunna vera að skipta skoðanir innihaldi í frumvarpinu eðlilega. Telur þetta séu ósamrýmanleg sjónarmið? Nei, alls ekki. Ég meina, ég á þeirri skoðun að Íslendingar hafa í gegnum tíðina byggt sig upp í mismunandi góðavísu sambandi við náttúruna. Í stjórnarsáttmálanum skýr fyrirheit það þessi vilji til þess að þessi atvinnugrein byggist upp en með þeim fyrirvörum allri óvissu og svörum sem leiðir af henni verði svarað með rannsóknum og niðurstöðum þeirra og vísindarlegum sjónarmiðum. Þannig að við viljum ákveðið ganga fram með þeim hætti að þessi atvinnustarfsemi byggist upp en með fullri varúð gagnvart öllum umhverfisþáttum og þetta ekkit ósamrýmanlegt en það kann að taka í
á meðan við erum að koma okkur saman það með hvaða hætti þetta skuli gert. Og við endum þennan þátt með því að gera upp fundinn með fráfarandi formanni íbúasamtakana á Fáskrúðsfirði. En áttu von á í ljósi þess hver sveitarfélögin hafa lítið um þetta að segja að þetta muni breyta einhverju? Vilji það sem að þarf. Skulum láta þetta vera lokaorð í þættinum landsbyggðum sem við ljúkum hérna frá Fáskrúðsfirði. Þakka þér kærlega fyrir þetta. Sömuleiðis, takk fyrir komuna.